Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Já, hjólin eru farin að snúast á Suðurnesjum og í þættinum segjum við ykkur frá framtíðarplönum til 25 ára hér við flugstöð Leifs Eiríkssonar og á Keflavíkurflugvelli. Við förum einnig í knattspyrnu með Þrótturum í Vogum á Vatnsleysuströnd. Það jú minnsta bæjarfélagið á Suðurnesjum. Já, það eru virkilega stór tíðindi hér frá flugstöð Leifs Eiríkssonar og Keflavíkurflugvelli, en í vikunni voru kynntar framtíðar áætlanir á svæðinu til 25 ára. Já, hugsa ykkur það. Við erum að tala núna þúsundir nýrra starfa, við erum að tala þúsundir nýrra fermetra og við erum að tala þúsundir milljóna sem þetta mun allt kosta. Þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar til 25 ára, svokallað masterplan, var kynnt í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ. Að ræða uppbyggingar og þróunaráætlun í mörgum áföngum, í þeim fyrsta ný stórbygging norðan megin við gömlu flugstöðuna, ný flughlöð til austurs og fleira. Hönnun og undirbúningur vegna fyrsta áfanga verður gerður á næsta ári og framkvæmdir hefjast 2017 og lýkur 3 til 4 árum síðar. Fyrsti áfangi mun kosta 70 til 90 milljarða og mun þurfa 1000 manns í þá vinnu. Á næsta ári þegar gert ráð fyrir að farþegafjöldi nái 6 milljónum, eitthvað sem spár höfðu sagt árið 2018. Árið 2040 mun flugvöllurinn geta tekið á móti 25 milljónum farþega. Þetta eru stóra tölur og mikil markmið. Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia, tók við starfinu hrundaginn 7. október 2008. Talið að aukningin í fluginu og ferðaþjónustunni hafi bjargað Suðurnesjamönnum í þrengingunum undanfarin ár, en nú öldin önnur þegar hreinlega vantar fólk í störfin. En hvað segir Björn Óli eftir birtingu þessarar metnaðarfullu áætlunar? Já, mér finnst það sem stendur mest upp úr það að nú eru loksins komin með línu, nú vitum við hvernig við stækkum. Við höfum undanfarin ár verið alltaf að stækka smávegis hér og þar eins og menn hafa tekið eftir hér á Suðurnesjum, við byggt við litlu mæli, en nú eru komin með línuna hvernig við ætlum að stækka til framtíðar og þetta eru þetta risaframkvæmdir sem eru framundan. Þetta var sumar 2015 og fleiri farþegar heldur en menn hreinlega þorðu að vona. Eru þið að ná í skottið á okkur, við getum sagt svo, ekki nefnilega með þessu plani, heldur bara á næstunni? Já, þetta plan fer auðvitað kannski fyrst í gang almennilega 2020-2021. Þangað til verðum við að halda áfram að reyna meira með smá lagfæringar. En það verður ekki gerða miklar breytingar held ég á Keflavíkurflugvelli fyrir en þessar stóru framkvæmdir eru búnar. Það sem við erum þá vonast eftir að menn fara að fljúga inn á öðrum tímum líka og við munum þá reyna að all viðbótin næstu 4-5 árin, hún verður að menn koma þá inn utan háannatímans. Þannig að við eigum bara eftir að við erum í rauninni ekki búin að ná í skotta okkur fyrir en að stóru byggingarnar eru komnar. Hvenær gert ráð fyrir þá í rauninni að framkvæmdir samkvæmt þessu plani hefjast? Ég vonast eftir því að 2017 þá erum við að sjá byggingarnar byrja að rísa. Við næsta ár verður bara 2016 fyrir ég að hanna þessar byggingar. Þetta ekki neina svona hraðbyggingar sem getur bara soðið saman. Heldur þarf að vinna vel í svona stóru verkefni. Þannig að við sjáum fyrir okkur að hönnun verður búin í ársbyrjun 2017, við munum í framhaldi að því fara að bjóða þetta út og við vonum þá einhvers staðar árið 2017 að við sjáum fyrstu skóflustungna að tekna og fyrstu framkvæmdir. Þú hefur talað að flugstöðin kosti þessa framkvæmdir sjálf og þurfi ekki að leita til neins aðala til þess að ná í fjármagn. Ertu bjartsýn á að það gangi áfram eftir? Já, það er hverja einustu krónu sem framleidd hér á svæðinu til þess að borga þessa framkvæmd. Þetta er rosalega dýr framkvæmd, en ég hef alltaf trú á því að við getum fjármagnað þetta sjálf, og ekki kannski þannig að við þurfum kannski að taka lán, en við getum borgað að þið með því fjármagn sem búið til hér á svæðinu.
eða einhverjar aðra leiðir, menn hafa dreift eignar að halda kannski hluta byggingar og aðra möguleika. Ég meina við munum skoða alla þessa möguleika, en fyrst og fremst það alltaf, eins og alls þar, kúnninn sem borgar endanlega fyrir þetta. Það skiptir svo sem ekki máli hver borgar fyrsta fjárfestinguna upphaflega. Þið horfið að sjálfsögðu til þeirra tekna sem að koma af ferðamönnunum á næstu árum og eru þessa framkvæmdir svona, þið horfið á þetta í samspili? Já, við erum með tekjurnar sem ég að tala hérna, þetta fyrsta lagi þær gjöld sem eru sett á farþega sem fara í gegnum Keflavíkurflugvöll og svo þær tekjur sem við höfum af flugstöðinni, þessar verslunartekjur og tekjur á bílastæðum og öllu þessu. Og það skiptir rosalega miklu mála að við stöndum okkur vel í því vegna þess að þá munu gjöldin af farþegana vera lægri. Við stefnum alltaf því að hafa lág gjöld af farþegana. Þú sagði nýlega við okkur að þessar breytingar sem voru gerðar í flugstöðinni núna og voru opnaðar snemsuma sem var hægt að segja svo að þær hafi heppnast mjög vel og þetta hafi gengið mjög vel. Já, við erum auðvitað full að breyta upp í flugstöðu og við vorum reyndar nokkrum mánuðum að setja því miður til þess að ná allir inn fyrir sumarið. En við sjáum bara þegar við göngum í gegnum flugstöðin í dag hvað mikið pláss hefur myndast og við munum auðvitað halda áfram að stækka, það verður að stækka ennþá meira á næsta ári. Þannig ég vona það að þrátt fyrir þessa miklu aukningu sem við erum að horfa og þá verður rýmur fólk á næsta ári og þeir verður ekki eins fyrir miklum áhrifum af þessum framkvæmdum sem inn í núverandi byggingum. Hönnunarstofa Nordic Office of Architecture í Noregi var hlutskörpust í hönnunarsamkeppni gerð uppbyggingar og þróunaráætlunar, svo kallaðs masterplans, Keflavíkurflugvallar til 25 ára. Hallgrímur Þór Sigurðsson verkefnastjórinn í áætluninni. Hallgrímur, þetta mjög stórt verkefni á íslenska vísu þó að við vitum að þið vinnið í mörgum stórum verkefnum í útlöndum. Hvað fannst þið svona vera erfiðast í þessu? Það erfiðasta var kannski það að kanna það og finna út af því hvort það væri hægt að nýta núverandi byggingu og núverandi mannvirki á réttan máta. En leið og við sáum að það væri hægt þá var í raun og veru mjög auðvelt að taka það ákvörðun það að halda áfram þróuninni á núverandi svæði. Það var einmitt næsta spurning sem ég ætlaði að beina til þín. Var sá möguleiki skoðaður að byggja hreinlega aðra flugstöð og tengja þeir saman? Það var kannað en eins og segi það kom mjög fljótt upp það að það væri hægt að nýta sér núverandi byggingar og þannig að það var í raun og veru mjög auðvelt að halda þróuninni áfram eftir það. Var eitthvað sérstakt sem að þið gátu gengið út frá? Þið alltaf að pæla í farþegafjöldunum eða ekki gríðarlega margir þættir sem þið þurfið að huga að? Jú, flugstöðar eitt af því flóknasta sem hægt að hanna með við allt það flæði og mismunandi flæði sem þarf að fara inn og út úr flugstöðinni á sama tíma og það kannski bara reynsla okkar sem hefur hjálpað okkur þar en aftur á móti flugstöðin hérna í Keflavík mjög sérstök hvað það varðar að það rosalega mikill farþegafjöldi að koma alltaf eina leiðina frá meginlandi Evrópu og fara til Ameríku og þessi tengitími og annað, þetta gefur ákveðið flækjustig sem mjög sjaldgæft bara á alþjóðlegan mælikvarða. Þetta svona flækjustu sem við getum sagt að hafi orðið, Iceland hefur svolítið byggt upp í áratug. Já, það alveg rétt og raun og veru það náttúrulega svo sem engin launung að Iceland stærsti aðilinn hérna á flugstöðinni og það svo sem engin akkur í því að reyna að breyta því en það þarf samt að kanna það hvort það sé hægt að kannski að teygja á einhverju til þess að bara dæmi gangi upp. Hvað það sem að þið munu leggja mest áherslu á í fyrsta stækkunar áfanganum? Það raun og bara fjöldi hliða. Það kannski númer 1, 2 og 3 en það má ekki gleyma því að það ekki bara hliðin sem skipta máli, það allir innviðir flugstöðurnar sem þarf að stækka, það farangursflokkunarkerfið, það check-in svæðin, þannig að það í raun og veru eins og fyrsti áfanginn segir til það í raun og stækkun til norðurs hérna með nýrri brottfara og komuhöll og síðan það þessi áfangi hérna til austurs sem þá bæði hlið og svona þessi almennu rými í flugstöðinni. Og hvenær gert ráð fyrir að honum ljúki? Já, það góð spurning. Vonandi erum við að horfa á svona einhver 4 til 6 ár ef þetta gengur allt upp. Hefur það áhyggjur af þeim þætti að geta mannað allt sem þarf að manna? Já, ef ég ætla að taka einn þátt sem ég hef mestar áhyggjur af, þá það ekki byggingarhraði eða framkvæmdir, þá það mönnun. Og við erum að tala þarna að í dag eru svona 3500 mann sem að vinna upp á vellinum
og ef við erum að fara að tala um að tvöfalda bygginguna og tvöfalda það magna fólki sem fer í gegnum hana, þá þetta farið að verða ansi stór hópur sem vinnur upp á flugvallarsvæðinu. Ég tek hann reynda fram að þetta ekki bara menn sem vinna hjá Isavia, heldur hjá öllum aðilum sem að vinna þarna upp frá. Þannig að þetta gríðar stórt verkefni og hvernig leggst það í þig? Nú ertu búin að vera þarna síðan 2008 og það búið gríðarleg þróun búin að eiga sér stað á þeim tíma og það verið að gera ráð fyrir mjög örri þróun áfram. Þetta masterplan, hvernig leggst það svona í þig sjálfan? Já, ég getum bara sagt að ég byrjaði að vinna hérna 7. október 2008 sem var þetta hinn frægi hrundragur og ég held að allt sem hefur gerst síðan hefur bara verið jákvætt og skemmtilegt og ég held að þetta verður bara grunnur mikillar uppbyggingar, bæði upp á hluta flugvöllin, ef við horfum sérstaklega hérna á Suðurnesin, þá verður þetta grunnur mikillar þróunar þessa svæðis á allan hátt og ég held að þegar við horfum tilbaka, þá mun þessi dagur hérna geta verið svona einn af þessum dögum þar sem að Suðurnesin geta sagt, heyrðu, já, þarna byrjuðum við virkilega að hugsa stórt á svæðinu. Þannig að það eðlilegt áætlað að svona stórt flugvallarsvæði, það að reyna að nýta sér starfsfólk úr nágreininu og muni verða áfram. Já, ég meina við erum nú þegar að reyna að, ég held að allir sem vilja geta í dag komist í raun og veru í störf upp í flugstöð og ég meina bara á næsta árið þá mun það aukast. Ég get þetta eins bara nefnt sem dæmi að bara hjá Isavia upp á Keflavíkurflugvelli þá var sko með við ágúst í ár og ágúst í fyrra þá voru 70 manns fleiri að vinna fyrir okkur heldur en á síðast ári og það segir svolítið hraðan í þessari uppbyggingu og hraðan í því að við þurfum að fá fólk til að koma og vinna með okkur og nota bene ekki bara í þeim verkum sem menn sjá venjulega sko, starfseminni sem menn horfa á en við erum líka að nota verkfræðinga, viðskiptafræðinga, tölvufræðinga það allstaðar verið að stækka, ekki bara í svona ákveðnum greinum, þetta hefur áhrif á alla línuna. Ertu með þessu, ertu að hvetja Suðurnesjamenn sem að vilja koma heim og vera kannski að vinna annar staðar og jafnvel í hámenntuðum stöðum að horfa til ykkar? Ég meina við erum nú þegar byrjað að sjá það, við höfum til dæmis byrjað að fá verkfræðinga frá Noregi sem tilbúin til að koma aftur eins og þeim finnst þetta að vera spennandi verkefni, menn hérðan og tilbúin til að, jafnvel hef ég heyrt að þeir eru hugsað að fara að byggja hérna og horfa þetta sem svona framtíð, nú geta þeir unnið hérna til mörg fram í tíman og meðan að við erum að gera þetta og eins og maður sjá þetta ekki búið einu áru, heldur mörgum og ég held að bara sem flesta af þeim sem ég þekki sem eru hérðan endilega koma aftur og fara að skoða möguleikana, þess að nú eru konum möguleikar á borði til að vinna í. Maður hefur séð gríðarlega mikinn vöxt í annarri þjónustu í tengslum við flugið. Það reynslan annars staðar? Já, maður sér það bara á alþjóðavísu að það ofboðslega mikil aukning og fólk að ferðast meira. Það orðið minna mál að fljúga og þannig að þetta helst allt í hendur og pluss það að Ísland orðin áfangastaður sem að túristar vilja heimsækja. Þannig að þetta spila margt inn í. Já, þetta gríðarlega viða mikið verkefni, plan eins og maður segir til 2040. Já, þetta mjög, mikið framtíðarverkefni og framtíðarpælingar. Það sem hefur kannski verið skemmtilegast fyrir mig sem kannski þá sérstaklega Íslending, það að það sé hægt að þróa flugstöðuna áfram miðað við gömlu flugstöðuna. Þannig að það ákveðin svona saga sem helst. Og maður kemur til með að þekkja flugstöðuna sína þó svo að það sé búið að stækka helming þegar framlíða stundir. Meðal áhugasamra aðala sem hlustuðu vel á kynningu á framtíðarmúsíkinni við flugstöðuna var Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Hvernig horfir lögreglan við þessari miklu fjölgun í flugstöðunni til framtíðar litið? Þetta gríðarlega stort verkefni sem við verðum að kynna hérna í flugstöðunni. Svæði sem að þið þurfið að sinna mjög mikið. Hvernig horfir þú á þetta? Ég náttúrulega sé það fyrir mér að við þurfum að taka talsvert á, okkur vantar mannskap til þess að geta sinnt þessu og ég tala nú ekki að við erum að sjá 6 milljónir farþega fara völlin á næsta ári. Nú strax á þessu ári eru komin yfir 1 milljón ferðamenn inn í landið og út úr því og enn eru eftir 2,5 mánuður. Farþegafjöldin á þessu ári, eins og þú heyrðir áðan, hann gæti farið að nálgast 5 milljónirnar. Þannig að engar spár hafa staðist og
Það ljóst að álagið alltaf að aukast á þeim mönnum sem starfa við landamæraeftirlitið en svo mega menn ekki einblína á það eitt og sér vegna þess að löggæslan náttúrulega líka fólkinni því að halda uppi lögum og reglu innan flugstöðarinnar, ekki bara í hliðunum. Hvernig sérðu ykkur bregðast við þessu á næstu árum? Veruleg fjölgun og hérna ertu bjartsýnn á að það gangi allt eftir? Sko, ég bjartsýnn að eðlisfari og ég vænti þess að stjórnmálamenn og þeir sem fara með fjárveitingavaldið átti sig á því að ef eitthvað bregst í því að annars landamæraeftirlit og löggæslu á flugvellinum að þá bregst væntanlega líka leið svo hugmynd og það viðskipta hugsun sem að baki því hvernig flugvellinu notaður í dag sem millilendingastaður meðal annars, milli Bandaríkjanna og Evrópu og við erum líka að gæta okkar á því að ef einhver hlekkur í keðjunni bregst eða stendur sig ekki að þá geti það enda með því að orðspori sem fer á flugvöllunum verði þannig að áhuginn minnki. Hafið þið þurft að bregðast eitthvað sérstaklega við á þessu met ári og met sumri? Já, nú er svo komið í fyrsta skipti að það komin sólarhringsvakt á flugvöllunum til þess að annars landamæragæslu og það nánast í hægt að segja að það sé verið að fljúga allan sólarhringinn á þessu ári. Þannig að starfið að ganga ágætlega upp hjá ykkur eins og Álagið orðið mjög mikið á þeim sem þarna vinna upp frá og það bitnar á mönnum, það bitnar á heilsu þeirra og hugsanlega áhuga líka þegar fram í sækir. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is